Góðan dag og gleðilegan hvítadag. Í dag samkoma skipulag með börn í huga en vonandi geta allir lært eitthvað. Við erum þakklát fyrir að geta komið saman þó við séum ekki öll hér. Í dag ætlum við að hugsa hvað það þýðir að vera hugurök. Það er nefnilega þannig að það er alveg sama hvað við göngum í gegnum. Guð hefur lofað að vera alltaf með okkur. Við getum tekist á við hvaða verkefni sem því að hann er með okkur. Ég ætla að lesa úr 1. kafla Jósúar bókar vers 9. Verið sterk og hugrakk, óttist ekki og gefist ekki upp því að Drottinn Guð þinn er með þér hvert sem þú ferð. Þvílík uppvörðun. Tökum nú smá tíma í að heilsa hvort öðru, endilega skrifið nafnið ykkar í spjallið og segið hæ. Það er svo gaman að vita hverjir eru hér saman. Nú skulum við heyra tónlist. Kór Suðurhlíðarskóla ætlar að syngja fyrir okkur. Þetta var nú falleg takkabæn. Þá er komið að smá leikþætti. Hvað er þetta? Var til að segja hana kassa hérna áður? Kannski skildi ykkur eitthvað eftir. Það er ekki. Ekki opna hann. Hvað er þetta? Bíddu! Hvað? Sérðu kassan? Já. Það er eitthvað inn í honum. Það er eitthvað risastórt inn í honum, eins og risastór björn. Björn? Já, hann gæti verið svangur þarna inni. Það er ekki til birnir á Íslandi og alls ekki í kirkju. Það er alveg sem það. Við sáum það heimildabíómynd einhvern tímann. Og við ættum að kíkja í hann. Nei, veitu! Já, heyrðu þetta. Það gæti kannski verið ljón þarna inni. Það með svona risastórar, beistar tennur
sem gæti rifið skinnið af þér. Það ég hélt þú sagðir það var björn. Ég skiptum skoðun. Þetta pottþétt ljón. Það heldur ekki ljón á Íslandi. Og alls ekki í kirkju. Ég ætla að gá. Veitu! Hvað þetta górilla? Svona risastór górilla sem gæti étið okkur. Heldur ekki górilla. Ertu viss? Ég bara sá nokkra í kirkjunni. Nei. Ég ætla að fara að opna hann. Og kannski, það allavega eitthvað í honum. Ég ætla bara að gá og vera hugrökk og gá. Ok, það reyna að opna. Geta þér, þið hjálpa mér. Kannski. Þú ert miklu sterkari en ég. Ég veit það ekki. Ég hræddur. Ég ætla ekki að sjá ljón, górillu, né björninn inni. Ég skildi ekki. Hvernig getur þú svo hugrökk? Ég? Hugrökk? Ég er bara hugrökk út af því að hann Guð, hann er alltaf með mér. Já, þótt hvað sem það. Hvernig getur þú ekki verið hræddur hljóðan í þessum kassa? Ég er alveg hrædd, en að vera hrædd, það þýðir ekki að vera hugrökkur, það þýðir ekki að maður er ekki hræddur. Ég skil það ekki. Já, og Guð er með mér allan tíma. Svo. Ertu viss? Já. Kannski er einhver sem þarf hjálp. Það er einhver sem er fastur þarna niður og við getum hjálpað. Ok. Þú reynir að opna, ég tel upp á 3 og svo þegar ég segi 3 þá opnar þú kassan, ok? 1, 2, 3. Ólega er ég ánægð að þið eru komin. Þakka ykkur kærlega fyrir. Sonja, hvað varst þú að gera henni? Ég hef nú bara verið hérna ofan í Hansi lengi. Það er búin að vera rosa, það er búin að koma fullt af fólki hérna inn og það er bara enginn verið að opna. Úff, þetta var orður hálf lofttómt hérna inni. En hérna, hvað voru þið duglega að opna kassan fyrir mig? Þakka þér fyrir það. Það er ekki góður. En ég verð ekki. Nú, hver var að hjálpa þér? Þetta. Þakka þér fyrir það. Þetta var æðislegt. Já, ég er rosalega ánægð með það. En heyrðu, ég er nú alltaf að reyna að koma mig út úr þessu hérna. Þetta er nú svaka stór kassi. Ég ætla bara að taka hann hérna frá. Er ég bara? Það var sjálf. Já, ég get þetta ekki sjálf. Ég veist það. Við verum sterkt. Þátturinn kassan kennir okkur dálítið mjög mikilvægt. Krakkarnir sáu ekki kassan en vissu ekki hvað var í honum. Þess vegna urðu þau hrædd. Oft er það eitthvað í lífinu sem okkur finnst stórt eða við erum hrædd við það. Við vitum kannski ekki hvað við erum að gera þegar við erum hrædd. Það eru margir staðir í Biblíunni þar sem talað er hugrekki, því Guð er með okkur. Og nú ætlum við að fá að heyra nokkra krakka lesa nokkur svona vers hugrekki. Fer sjálfur fyrir þér, hann verður með þér. Hann mun hvorki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Þorir 2.4 Jafnvel þótt ég fari tíma dags óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Sproti þín og stafur hugga mig. Sálmurinn, kafli 27, fyrsta vers. Drottinn er ljós mitt og fyltingi. Hvern ætti ég að átast? Drottinn er víki lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Sálm 56, 4 og 5. Þegar ég hræðist, set ég traust mitt á þig. Með Guðs hjálp lofa ég orð hans. Ég treysti Guði.
ég óttast eigi. Frið læti yður eftir minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þegar ég hrópaði, bæn heyrðir þú mig. Þú veittir mér hugmóð ég fann kraft hjá mér. Það er svo mikil blessun í þessum versum. Hvert og eitt segir á sinn hátt að Guð yfirgefur okkur aldrei. Við vitum að Guð er með okkur, við þurfum ekki að vera hrædd. Og nú fáum við að heyra Samúel spila fyrir okkur á píanó. Það stundum gott að gera eitthvað þegar við biðjum, til að hjálpa okkur að hugsa. Eitt til dæmis að skrifa bænaefni á miða sem við getum límt á vegginn okkar eða á einhver sérstakan stað og fylgst með bænasvörum. Þetta líka gaman að gera sem fjölskylda. Ég með nokkuð orð sem ég ætla að skrifa á miða áður en við biðjum. Þið getur gert eins heima ef þið viljið. Áhyggjur. Börnin. Hugrekki. Vi skulle biðja saman. Elsku Jesú, við þökkum þig fyrir að geta alltaf tala við þig hvað sem líka þegar við erum hrædd. Við þökkum þig fyrir að passa okkur. Við biðjum að þín fríði fylli hjörtum okkar og huga. Að þú takir áhyggjurnar okkar, passir áfram öll börnin og þú gefur okkur öllum hugrekki til að vera börnin þín og segja öðrum frá þér. Gefðu okkur kærleika þín. Takk fyrir að vera alltaf með okkur. Við biðjum í þínu nafni. Amen. Nú munum við fá að heyra fallegan söng. Það Elísa sem mun syngja fyrir okkur. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We
all your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear is desperate plea, as long as we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through angels? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not your heart. It's not your heart. 'Cause what if your blessings come through angels? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment, or the aching of this life, is every feelings of a greater thirst this road can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night, all your mercies in disguise? Sagan sem við ætlum að skoða er hugrekki. Við ætlum að fylgja Jósúa og Ísraelsþjóðinni. Jósúa hafði verið kosinn nýr leiðtogi, en þegar hann var yngri hafði Móses, sem var fyrsti leiðtoginn, sent hann í leiðangur. Hann valdi einn mann úr hverri ætt, en þær voru 12. Þeir áttu að fara sem njósnarar inn í Kanan. Jósúa var einn af þessum 12 mönnum. Þeir áttu að koma með fréttir frá Jerikó, bæði af landinu og fólkinu. Þegar þeir komu tilbaka voru 10 menn sammála að þetta væri ómögulegt verkefni. Fólkið þarna var miklu stærra og sterkara en þau. Það voru bara 2 menn, þeir Jósúa og Kaleb, sem trúðu því að Guð passaði að þau væru örugg og að hann myndi halda loforð sitt. Því miður trúði fólkið ekki þessum 2 ungum mönnum. Þau voru of hrædd. Þess vegna urðu þau að vera í eyðimörkinni 40 ári viðbót. Á þessum árum lærðu þau að snúa sér til Guðs á hverjum degi. Hann sá þeim fyrir vatni og mat, þangað til að þau voru farin að treysta honum nógu mikið. Og þá fengu þau að fara inn í landið sem hann hafði lofað þeim. Það þurfti sko mikið hugrekki að þora að vera ósammála meirihlutanum. Jósúa og Kaleb voru hugrekkir. Þeir ákváðu að fylgja Guði í stað þess að fylgja hræðslunni. Þetta var eina af ástæðunum fyrir því að Jósúa var valinn sem næsti leiðtoginn.
Trú hans á vernd Guðs yrði besta vopnið í baráttunni sem þau áttu eftir að berjast. Þegar við veljum að fylgja Guði, þá mun hann hjálpa okkur að berjast við hvað sem við erum hrædd við. Og nú mun Samúel spila fyrir okkur annað lag. Nú voru allir farnir að treysta Guði í öllu. Þau voru loksins tilbúin að fara yfir ána Jórdan og inn í landi sem Guð hafði lofað þeim. Þau komu að ánni Jórdan og gengu bara beint út í hana, vitandi það að Guð myndi skilja hana í sundur. Og jú, Guð gerði það. Biblían segir okkur að vatnið hafi flætt langt yfir bakka sína, báðu megin. Þau gengu nú beint út í og gengu á þurru landi allan tíman. Þegar þau voru komin yfir, bað Guð þau að gera svolítið áður en þau færu áfram. Þau áttu að búa til altari. Alveg eins og áður, þá áttu 12 menn frá hverri ætt að koma saman. Nú áttu þeir ekki að njósna, heldur áttu þeir að taka upp stein frá árbakkanum og setja þá í miðja tjaldbúðina. Hérna er ég með 2 steina. Það eru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og 12. Jósúa sagði þeim af hverju þau ættu að gera þetta. Hann sagði, þegar börnin ykkar spyrji ykkur síðar meir hvað tákna þessi steinar, þá skuli þið kenna þeim. Ísrael gekk hér þurrum fótum yfir Jórdan því að Drottinn Guð ykkar þurrkaði vatnið upp frammi fyrir ykkur þar til þið voru komin yfir. Það var eins og það sem Drottinn Guð ykkar gerði við Rauðahafið. Það var til þess að allar þjóðir jarðar játuðu að hönd Drottins er sterk og til þess að þið óttist ávallt Drottinn Guð ykkar. Ég viss að þú hefur einhverjar minningar að Guð hafi verið með þér, eða kannski geta mamma þinn, pabbi, afi eða amma sagt þér einhverjar sögur af því þegar Guð var með þeim. Nú skulum við syngja saman. Daginn
Nú fáum við að sjá teiknimynd með framhald af sögunni. Halló öllsumul, þessi saga heitir Með hvorum stendur þú? Biblíuversið úr Jóhannesar Guðspjalli 14:1. Þar segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Skilaboðin eru, við getum tilbeðið okkar frábæra Guð á hverjum degi. Hefur þú einhvern tíma tekið þátt í samkomu? Já, við mjög stóri samkomu í kirkju til dæmis, þar sem eru 100 manna. Þér finnst mikilvægt að æfa þig vel, þú vilt ekki gera mistök. En þá hefur þú svo miklar áhyggjur að þú ert nánast búin að gleyma öllu sem þú áttir að segja. Svona reið Jósúa eftir að Móse dó. Jósúa gekk á milli tjaldana og brosti til fjölskyldnanna. Hann stoppaði ekki til að spjalla, hann hafði þörf fyrir hreyfingu og tíma með sjálfum sér. Það höfðu svo mikið af ótrúlegum hlutum gerst síðustu daga. Jósúa náði fljótlega til enda tjaldbúðana, skrefin hans urðu lengri þegar hann þurfti að ganga yfir engin. Hann gekk þar til hann hafði góða yfirsýn yfir ána Jórdan, þá stoppaði hann og horfði vel yfir. Áin hafði flætt yfir bakka sína og var hættuleg. Ísraelsþjóðin var komin örugg yfir ána inn í fyrirheitna landi. Hinn mikli Guð þeirra hefði komið þeim til hjálpar einu sinni enn. Páskaháttíðin var nýbúin og fljótlega þyrftu þau að fara aftur á stað. Ferðin var ekki hættulaus því að í landinu var sterk og mikil þjóð sem voru óvinir Ísraelsmanna. Jósúa gekk í hringi og rannsakaði vel múra Jerikóborgar. Það voru stórir, háir, þykkir veggir. Tjaldbúðin virkaði svo smá í samanburði við múra borgarinnar. Jósúa hafði enga hugmynd hvað hann ætti að gera. Hvernig átti hann að leiða herinn á móti þessari stór borg? Þau áttu engin almennleg vopn til að berjast með og Jósúa hryllti við tilhugsuninni illa þjálfaða hermenn. Þeir voru ekki tilbúnir í baráttu. Allt í einu stóð einhver fyrir framan hann og hélt á sverði. Jósúa steig hugrakkur fram fyrir mannin. Með hvorum heldur þú? Spurði Jósúa. Okkur eða óvinnunum. Ef hann væri hermaður Ísraels, þá þyrfti hann að útskýra sig. Jósúa hafði ekki beðið neitt að fara út úr tjaldbúðunum. Ef þessi ókunni maður væri óvinnur, þá þyrfti Jósúa að vera tilbúin að berjast. Hvorugum, svaraði maðurinn. Ég hér sem yfirmaður herdeildar Guðs. Jósúa skildi allt í einu að þetta var ekki neinn venjulegur maður. Þetta var drottinn sjálfur. Jósúa féll niður á hnén í tilbeiðslu. Ég þjónninn, herra. Hvað viltu að ég geri? Farðu úr skónum. Þú stendur á heilagri jörð, var svarið. Jósúa tók af sér sandalana og tilbað drottinn. Því líkur léttir. Jósúa hafði verið að hugsa stríðsáætlun. Hann hélt að það yrði stríð og að hann yrði að vera hershöfðinginn. Nú lærði hann að baráttan var Guðs. Það var búið að ákveða allt og drottinn var við stjórn. Jósúa þurfti ekki að vera aleinn með alla ábyrgðina. Drottinn var þarna. Hans dásamlegi Guð var með honum. Við fáum að heyra meiri tónlist.
Guð. Við bara þennan dag, daginn í dag gerðu Drottinn Guð. Nú titta på din. Nú sagði Guð við Jósúa, gangið í kringum múra borgarinnar, en það má ekki heyrast neitt hljóð í ykkur. Gerið þetta í 6 daga. Fyrst gengu vopnaðir hermenn, svo prestar og svo aftur hermenn. Dagarnir liðu 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Þau gengu hringinn og blesu í lúðra en sögðu ekki neitt. 7. dagurinn var öðruvísi. Þá áttu þau að ganga 7 hringi og svo áttu þau að æpa vegna þess að Guð hafi gefið þeim borgina. Þeir æptu eins hátt og þau gátu, þar til að veggir borgarinnar hrundu niður. Að vera hugrökk er að treysta á það að Guð sé með okkur. Muniði versið sem við lásum í byrjun, verið sterk og hugrökk, óttist ekki og gefist ekki upp, því að Drottinn Guðinn er með þér, hvert sem þú ferð. Við erum ekki í her Ísraels og við þurfum kannski ekki að fara í stríð, en í lífi okkar er samt margt sem við þurfum að kljást við, eins og sjúkdómar, kvíði, það að fara í próf, standa með þeim sem minna mega sín, fyrirgefa þeim sem hafa gert okkur eitthvað og margt fleira sem er erfitt, en við getum alltaf treyst Guði. Við þurfum ekkert að gera ein. Nú fórum við að heyra lokalagið. Það er kór Suðurlandsskóla sem syngur fyrir okkur og svo skulum við biðja saman. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Nú skulum við biðja. Kæri Guð, takk fyrir það við getum komið saman í þínu nafni og tilbeðið þig þó við séum ekki á sama stað. Við biðjum þig að blessa eitt og hvert okkar, hvar sem við erum, að þú hjálpir okkur að vera hugrökk, treysta þér í öllu sem við þurfum að takast á við. Hjálpað okkur að elska þig og elska hvert annað. Vertu með þeim sem stjórna landinu okkar, vertu með öllum fjölskyldum og skólum. Vertu með læknum og þeim sem að berjast við þennan vírus sem gengur yfir heiminn. Við vitum að þú ert með okkur sama hvað gerist. Við biðjum og þökkum í Jesú nafni. Amen. Þá vil ég þakka ykkur öllu fyrir að horfa og hlusta á okkur hér í dag og óska þess að við mættum öll eiga
góðan hvítadag. Munið að hugsa vel hvert annað.